Dr. Fútból heilsar með Gunnar Birgis og Loga Tómassyni, einum vinsælasta tónlistarmanni landsins og landsliðsmanni í fótbolta. Og Logi, saman hvað þú gerir í tónlist núna hér eftir, þá myndu aldrei toppa skína. Því að, þú veist, þegar í framtíðinni, þegar þriðja áratugur þessar aldar verður gerður upp, þá alltaf lagið skína undir. Já. Þetta anthem of a generation. Það bara þannig, sko. Já, hvernig datt þetta lag í hug? Ég bara fekk þessa melódi í hausin á mér hérna upp í stúdíói og síðan kom ekkert úr því og síðan fór Patti með honum Ingimar sem gerði lagið og þeir hlustu á þetta og hringdi í mig og sagði bara þetta er sturluð melódi og ég var bara eitthvað var ekki viss. Svo var þetta lag til eftir það. Þetta er svona eins og þegar við munum gera upp 10. áratug síðustu aldar, þá munum vera farin með skítamóral. Ef við gerum upp 9. áratuginn, þá voru vantilega Can't Walk Away með Herbert Guðmundsson, svona lögin sem að hljóma og taka yfir ákveðin áratug og skína auðvitað. Er þetta ekki vinsælasta lag, íslenska lag í sögu Spotify? Nei, ekki tölulega að sé núna, en það verður það örugglega í framtíðinni, sko. Það er komið 3 milljónir held ég núna og Bríett sé með 4,5 eða eitthvað, þú veist, og Herranir sem er með eitthvað. Á hvað þá? Á Esjuna? Já, Esjuna. Já, ok. En þú veist, lagið kom út fyrir rúmlega ári síðan, sko. Það er ennþá verið að hlusta á þetta, þannig að... Já, þetta er rugl. Það var enginn að búast við þessu. Enginn að búast við þessu, en það er allir að búast við þessum tónleikum frá þér. 22. DS í Gamla Bíó. Já. Og það er alveg að vera uppselt, þannig ég mæli með að fólk fara inn á Aur og græði með að það verður seint. Já, áður að verður seint á drífu okkur þarna. Inn á Aur-appið. Máttu segja hvað leikmenn verða með þér? Já, Patti, Húba Búba strákarnir, Króli, Joe Fraser, Netan, og síðan Gumi Ben verður með rosalegt intro hann líka. Já, Þetta verður bara eitthvað þvæla, sko. Þannig að, já. Hvaða lag finnst þér best sem þú gert? Náttúrulega, ég verði eiginlega að nefna skína, skilur við, það er ekki annað hægt, en síðan eru mörg lög sem að ástaleiti ofalega hjá mér og bara fullt af lögum sem að ég get ekki gett um milli, sko. Fótboltastelpa svona, er alltaf svona, það er svona ákveðið anthem líka. Já, þetta er allt saman anthems. Og Akureyri. Gunni, ég er alltaf látið að vera hrósa þér. Þessi jakki sem þú ert í, hann er náttúrulega geðveikur. Já. Svo getur þú geimt penna hérna. Já. Hérna getur. Þetta er pennastatíf hérna. Þetta er rosalur jakkar. Já, Vancouver Grizzlies jakkin. Já, Vancouver Grizzlies jakkin, góði, Dr. Fútból með fitnessport og allar, Svavar í fitnessport og veltaði fyrir sér hvort þú ætlar að rífa úr á ofan á tónleikum. Er þetta pæli? Já, mér finnst það ólíklegt, sko. Ég þarf að vera í einhverju rosalega stuði til að gera það. Ég hef aldrei gert það, þannig að sjá til. Það voru nokkrar vinkonur mínar sem að spurðu mitt að því sama. Ég myndi taka þetta alveg vel að magaæfingum í vikunni, svona til að hafa þetta allt saman á hreinu og skafa af þessu með fitnessport að sjálfsögðu tjekkna byrjaðarskóðum afsláttur ef þú segir að Dr. Fútból hafi sendið. Er ennþá til miðar? Já, það er ennþá til miðar. Ef það verður uppselt í lokdags eftir að þátturinn kemur út, þá er söfnuðurinn að bregðast. Það er eitthvað sem segir mér það að Dominos, ef þú myndir bara hafa sambandið þá vildur tengist þessum tónleikum. Það er svolítið. Dominos eru miklu Luigi menn. Já, það er svolítið. Já, og notiði appið, ekki, sko, gamli skólan hringir, en appið hefur tekið yfir. Eisarinn er oft bara að raula að leika með mig nýr á Dominos, sko. Já, Eisarinn með þetta allt saman á hreinu. Ég hef haft á reglu að vinir mínir á Tölvutek sem að auðvitað selja PlayStation, þeir selja Xbox. Dr. Fútból er Xbox-kall, enda traditionalisti. Microsoft Xbox, spurning frá Tölvutek. Ég ætla ekki að hafa þig Logi inn í þessu, ég ætla að spyrja þinn feril þegar þú veist þetta. Gunni, Logi vann einn af þessum risatitlum í barnabransanum. Þetta er 2004 væntanlega. Nei, hann er... Hvað, 4 ára bara? 4 ára, já, sko. Nei, hérna 2000 og... Ég ætla að segja 2003. Nei, þetta er ekki tómmamótið það? Nei, þetta er ennitmótið. Það er 2012 eða ekki? Ég man ekki sjálfur, sko. Hvað er maður gamall? Þú vinnur þann stóra með HK, S-mótið, N1-mótið. Reifst upp N1 þann stóra. Hverju voru með þér í þessu lið? Kolli Þórðar. Síðan var ekki fiskikóngurinn, Makan? Jú, Makan, hann var með okkur. Svo var fleiri dúddar sem að... En áhverju varst ekki áfram með HK?
Þá var ég real í dag. Herðu, við skulum nú fara þessi yfir þetta mót sko, Þá var ég real í dag. Ég segi það, var ég real í dag. það var viðbjóðslegt viður á þessu móti Já, Ég man eftir þessu móti já, Það var bara, þú veist, það var pollar og drulla og öllum völlum og þarna var gras náttúrulega þarna var gras. Já, þarna var gras á öllum völlum nema að hérna, þeir voru búin að setja gervigras á hérna völlin beint fyrir framann K-heimilið. Þetta er 2011, getur það verið? 11-12. Já, þetta er 11-12. Ég er að reyna að koma að brosi á loða. Það þarf ekki mikið til að ég brosi sko. Ég er gaman að mörgu sko. Skulum fara í stórum máli með Bíkó. Bíkó er með jólagjöfuna fyrir þig og jólaskrautið. Jóla. Og jólagjöfin til okkar Íslendinga var að mæta annarkvort Frökkum eða Króatum ásamt Úkrænumönnum fyrir undankeppnina á ofla svalasta móti allra tíma sem voru HM í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. Logi Tómasson landsliðsmaður, fengur landsliðsmann í settið til að reakta við þessu öllu saman. Þú veist, HM 2026 verður ógeðslega töff mót Já. að spila í Bandaríkjunum á HM. Er það ekki stuff of dreams? Jú, bara, ég held að það dreym allir það og þú veist, já. Maður þarf ekki að segja neitt mikið meira það maður langar að fara þangað og langar að spila þar sko, ef við verum aðeins alvarlegir hérna, Logi, þetta er auðvitað, riðillinn er nánast klár, við vitum hvort það eru Frakkland eða Króatía, sem var að segja með okkur ásamt Azerbaijan og Úkraínu. Já, allinni getur verið þetta Frakklanda, þetta er sigurvegar nú þessari viðrögn. Sko, Åke Horæti, sem var landsþjálfari, hann flakkaði mikið með bakverðarstöðunar, það voru alls konar, dregnir margir leikmenn til að spila þetta. Ætlar ekki bara að eigna þetta vinstri bakverðar gegn í landsliðinu? Það er náttúrulega markmið að gera það og hérna, já, stóð mig vel í síðasta verkefni og hérna bara byggja á það og hérna, já, auðvitað er það bara markmið. Sko. Það var náttúrulega að segja rosalega innkoma þarna á móti Wales, náttúrulega það er alltaf væntanlega verið að ræða það við þig. Já, það er náttúrulega, situr vel í manni og fólk man eftir því. En síðan átti ég solid leiki á móti Svartalandi bæði og heima úti varnarlega og var bara fýtt, skilur. Þetta var ekkert ástanding leikir hjá mér en maður er bakverður og maður hugsa fyrst og fremst varnarleikin þannig að... Ertu góður varnarmaður? Já, ég myndi segja, ég er búinn að bæta mig mikið og hérna tap ekki mörgum stöðum einn og eða eitthvað svoleiðis þannig að ég... Sko, nú spyr ég af því að það eru svo mörg ár síðan spilað fótbolta og bara, stundum bara gleymi ég hafi eitthvað verið í þessu. Þú veist ég að spila vörn. Já. Snýst það ekki dálítið bara að nenna að spila vörn? Jú, bara svona fókus. Þú mátt aldrei slökkva á þér. Þú mátt alltaf að vera klár í allar stöður og öll situation sem geta gerst í leik. Og þá ertu bara góður, þú veist, þetta er ekki geimvísindi varnarleikur, sko. Þetta er bara að halda haus og hérna, já, svo náttúrulega, já. Og svo hjálpar að vera fljótur eða sterkur, þú veist. Já. En þetta er engin. Þannig að þú gætir alveg hugsaðar að einhvern daginn getur orðið hafsenda því að þú veist, þrátt fyrir að þú svona talar svona, eins og þú sést alltaf svona skvíslar, þá getur alveg orðið hafsenda ekki. Ég veit það ekki. Heldur þú getur ekki, þú veist... Ég meina, þú ert vókalinn á velli. Já, ég er alveg vókal og ég get alveg orðið hafsenda einn daginn, jú, 100%. Góður í loftinu? Já, ég tap ekki margir sköllaböldum. Af því að þú ert miklu stærri en maður heldur. Já, ég er 1,88 sko. Já, ég meina, það komur óvart. Ég held alltaf, þú veist, áður en ég hitti í World Class hérna fyrir svona 2 ára síðan, þá kom bara, miklu stærri og meiri en ég held. Já. Það er einhvern veginn svona, maður búin að ímynda sér einhvern veginn og væri allur minni og slíkt, þannig að þetta kom mér þægilega óvart. Já. Þannig að þú ert alveg með skrokk og annað í að vera meðvörður. Ég gæti alveg orðið það einn daginn. Sko, aðeins varandi þig, það eru mörg lið á eftir. Eins og staðan okkur núna. Þú áttu gott tímabil í Noregi. Ertu að fara? Það er bara ekkert orðið 100%. Það er bara, hérna, já, áhugi og eins og þú veist Gundir. Þannig að glugginn opnar í byrjun jan, þannig ég er bara að æfa vel og halda mér í shape ef eitthvað gott kemur upp. Hvaða umbúsmann ertu með? Ég er með Óla G. Óla Garðars. Óli G. Já, það er mikill vinnur, doktor fútból. Ég meina, hvernig fer það? Er hann að láta þið vita hvaða lið er inn í mixinu eða, þú veist? Bara bæði og sko, bara hérna, já, ekkert of mikið. Ég vill ekki vita of mikið. Ég er þannig að ef ég fæ að vita of mikið þá fer ég á hausinn stundum á flakk sko. Sko, Gunni Birgis bjó lengi vel í Noregi. Hvernig fer það, Logi, í normannin að þú sett einhver popstjarn á Íslandi með fótboltanum?
Eða vita þér á því? Já, það vita allir á því og með þess að fólk í Drammenni byrja að hlusta eitthvað á mig og senda á mig persónuleg skilaboð að þau elski tónlistina mína. Þeir hafa bara gaman að þessu, sko. Þú veist, á meðan ég að delivera inn á vellum, þá öllum sama, en það svo stutt á milli að ef ég hætti að delivera, þá eru allir að tala að maður sé ekki í fókus og sé að gera tónlist, en það gengur vel, þá getur maður að gera það. Skína hlýtur að melodía. Já. Sem hægt að bara, þú veist, eins og öll bestu lögin, bara öll jólalög og öll bestu lögin í gamla daga, þetta voru bara amerísk lög sem voru þýdd. Já, einmitt. Hefur þið dottið í huga Ég ætlaði að fara að spyrja. Þýða lagið og bara fara á norska marka. Sko, pabbi alltaf að segja mér að gera það, en ég held að ég vil ekki gera það. Ég vill ekkert verða það þekktar en ég er. Mér finnst bara fínt að vera þekktar á Íslandi og ég vill ekkert vera þekktari. En ég meina það vilja samt að hljóta allir samt, þú ert samt keppnismæður, sko. Þú hlýtur að vilja fara, þú veist, á stærri markað, af því að þetta einmitt það sem að kannski, það sem að því við höfum verið að nefna þessa tónlistamenn hérna í byrjun þáttar, að þú veist, það hefur enginn af þeim farið í útrásina, sko. Nei, ég veit það. Þeir ekki alltaf að prófa það. Jú, en ég get ekki gert það núna þegar að ferillinn allt í gangi og maður vonandi á leiðin eitthvað annað og fara skref eftir skref, þá maður ekki að hugsa þetta. Syngdu fyrir mig, halda áfram að skína á norsku. Fortsett og hvað, skína? Já, bara skína. Skína? Já, ég held að það sé þannig. Skína. Þessar. Býtu, alltaf. Skína. Jenta, Júrdæ, pen. Já, þetta var flott. Þannig að við gerum ráð fyrir að í næsta klukka sem opnar núna í janúar að þú eru farin. Bara vonandi. 50-50, 60-40, 60-50. Það er erfitt að segja. Ok, þannig að við veitum ekki alveg hvað verður Loga Tómasson, en það er ljóst að það er áhuga á honum út allt. Við þekkjum þetta lag hér, Dr. Fútból og Dynout, ætla að powerranka með Gunnari Birgisinni. Dynout með afslátt af gjafabréfunni hjá sér. Þú nota kóðan DOC24, DOC24. Besta jólagjöfin er að gefa út að borða góða kvöldstund, segi ég. Gunni, af því að við erum með Loga hérna, þá ætla ég að fá þig til að powerranka 5 hluti sem eru bestir við Noreg. Af því að Logi elskar Noreg, gjössanlega dýrkar þetta. Elskar Noreg. Sko, í 5. sæti. Elskar Noreg, sko. Númer 5. Þú fær náttúrulega upplifa allar árstíðirnar, svona nokkuð tærar, sko. Þú veist, það er gott sumar, það er frábær vetur, þú veist, þú ert með haustið, rosa fallegt haust þarna. Haustlitirnir alveg, svona, þeir glitar alveg þarna. Og vorið náttúrulega mjög fallegt líka, þannig að þú færð að upplifa allar árstíðirnar. Heldur betur, það var nummer 5 og nummer 4. Nummer 4, ég meina, þú veist, fyrir svona okkur kultivöruðu, þú veist, þá er allt þarna, þú veist, þú ert með high fashion, þú veist, normenn eru góðir í tísku, sko. Ég meina, þú staðfestir það alveg. Já, það er allar búðir. Allar búðir, og ég meina, þegar þú lappar göngugötuna í Oslo og allt þetta, skilurðu, þú sér alveg að þetta er svona hámenning. Þetta er hámenning. Og ég meina að fara upp á þakið á óperuhúsinu. Já, það er náttúrulega svona alveg sér hlaða út af þessu. Ég get sagt fyrir mína parta, mér finnst normenn skemmtilega en Svíjar og Danir. Sammála því. Mér finnst bara skemmtilega gauðra. Já, ég hef kynst mörgum skemmtilega út hérna á normenn. Og svo sá maður Exit-þættina og maður bara, ok, þetta eru netti gauðra. Númer 3. Já, númer 3. Sko það er, ég myndi mæla með því fyrir alla, það er að fara upp í Holmenkollin. Holmenkolli, já. Það er að fara og skoða stökkpallinn. Og skoða þetta svæði sem þeir eru búin að gera þarna. Ég myndi klárlega að mæla með því, fara upp í stökkpallinn, það eru náttúrulega útsýnisferðir þarna daglega. Ok, ég myndi klárlega að mæla með því. Númer 2, það er að taka bara göngutúr á Åkerbyrgi. Já. Rosalega fallegt svæði. Ég geri það oft í sumar. Já, og hérna, hægt að geggjaði veitingastæðir hérna, frábær matur hérna. Ok. Og hérna. Þetta er í Oslo? Já, þetta er í Oslo. Þetta er bara einn vinsalasti staðurinn í Oslo. Þetta sé ekki dýrasta fermetraverði í Noregi, myndi ég halda. Og númer 1, hvað er best við Noreg? Það er náttúrulega að fara á skíði. Nei, ég meina ég skil ekki þetta snobb fyrir að fara til Ítalíu, Austurríkis, eitthvað svona, og fara í Alpana og eitthvað svona, bara kemst hvergi í mikið magna flottum brautum inn í skógum og flotta brekkur út allt í Noregi. Þannig að þeir sem eru með skíðaáhuga og ekki að fara á skíði í Noregi er geðveikt, sko. Já.
Þetta var, Góður listi. Já, góður listi. Það var eitthvað súkkulaðismjör sem ég veist alltaf rosalega gott í Noregi. Í svona rauðum. Nugatti. Já, eitthvað svona. Já, það er Nugatti. Látt ekki að Þú segja eitthvað fengið Já, já. Það er Nugatti. En svo hefur þú smakkað lefsurnar? Nei, ég þarf að leifa að smakka lefsur. Ég hef ekki verið svo mikið að það. Nei. Og svolítið í Hamar? Smá í Hamar, já. Það er ekki til þess að Þú toffin. verður að kíkja í Hamar. Ég hef gert það. Þú að spila við Hamkam. Geðveikur bæir, sko. Gerði vikur bara. Kíkja á sambandsdeildina. Minna á það á Dogzone á morgun klukkan 3 með Sony. Sony eru bestu tækin. Og Sony sjónvarpinn 65-75, já, eða 98 tómu tækin fást í Origo Borgartúni. Víkingarnir börðust í gær. En betum á ef dugaskall, töpuð 2-1 fyrir Djurgården. Logi auðvitað Íslandsmeistari með Víking og búin að tengja það allir við Víking. Hvernig fannst þetta í gær? Sko, mér fannst þetta, við höfum átt betur leik, Víkingur, en hérna, já, mér fannst þetta að vera svona 60-40 leikur. En samt að fara með proffalið til landsins eins og Djurgården, maður átti að sjá hvað þetta er stór klúbbur, hvað margir sem fylgdu og verðum að hærra XG, þú veist. En ég meina, við hefðum alveg getað gert eitthvað og hérna, þessi 2 mörk, ég veit ekki, þau bara svona koma einhvern veginn. Það er svona lág smá í loftinu, þannig byrja seinna. Jú, kannski. En síðan náðu þessu marki og þá vorum við alveg að segja, það vantaði bara eitthvað aðeins upp á til að ná inn marki, sko. En já, það var svona alltaf lagi leikur. Mér fannst þetta svolítið hægt, einu fleiri. Svona, þú veist, þegar þú var að gefa á milli og svona. Það hafði spilaði náttúrulega pottet inn í að rigningin var lárétt, sko. Þú veist, það var slatta mótundur. Maður gerði sér enga veginn grein fyrir því sitjandi í stúkunni hversu mikill mótundurinn var inn á vellinum. Segðu bara hluturinn sem sitjandi í The VIP. Já, þú græjaði mig þangað inn. Ég þakka kærlega fyrir það. Herði, en sko, mér fannst Víkingarnir bara betri í fyrrjáleik. Já, ég ætlaði að segja að mér fannst fyrrjáleikurinn alveg góður. Mér fannst það mjög góður og ég meina ef Erlingur skorar úr þessu færi, sem hann gerir nú yfirleitt, þegar hann fær hann út í hægra megin, setur hann í hliðanettið, eða ef hann hefði sett hann fyrir eða eitthvað svoleiðis, þá held ég að Víkingar hefði bara unnið þennan leik. Mér fannst þetta nefnilega, ég ætlaði að mynda að koma inn á, mér fannst þetta bara eitt besti leikur Víkinga í sambandsdeildinni. Mér fannst þetta ekki lélegur leikur. Ég meina eins og þú segir, þeir eru með herra XG, þeir eru með miklu herra possession, sem hann alltaf leitast vissulega af síðustu mínútunum eftir að Tenó fær rautt spjald, sem er náttúrulega einhver heimskasta ákvörðun held ég sem ég hef séð inn á fótboltavelli þegar hann rýkur hérna út úr vörninni og brýtur kjánalega af sér á gulu spjaldi. En bara margir í Víkingsliðinu sem mér fannst virkilega öflugir. Aron Elísson alltaf sýnir það að hann spilar náttúrulega aldrei 90, hann er búin erfiðleikum með skrokkir á sér. En Gísli Gottskálk ennið leikurinn það sem hann er bara bestur. Nákvæmlega, hann var besti maður á völlum. Hann var bestur á völlum. Ef ég var að vera að horfa á hann leik, þetta er verið eini maður sem ég virkilega teki eftir. Hérna, þú veist, hversu góður er hann í fótbolta? Hann er bara rugl. Akkur var hann að spila hann ekki meira á því fyrra? Þessi í fyrra? Þú veist, þá var hann... Gísli var ekki að spila mikið í fyrra. Nei, ég er að segja, af hverju ekki? Þú veist, Pablo Puniet og allir þessi gæðir voru bara að spila vel og hérna, en hann er búinn að vera þolinmóður og er að nýta tækifærin sín mjög vel og er búinn að vera mjög flottur í ár og ég er mjög stoltur af hann er einn af mínu betri vinnum, sko. Þetta er alvöru leikmaður. Í hverju er hann góður? Hann er bara yfirsýn og róa boltan, myndi ég segja. Hann missir voða lítið boltan, sko, og finnur oftast réttar sendingar á réttum tímum, finnst mér. Þetta er eitt orðið cool, bæði hann og Benoni fóru báðu til Ítalíu og ég setti alveg stór spurningumarki við ákveða að fara með þessa efnilegu stráka þannig góð. Þeir kom báðu miklu betri heim. Það segja þeir bara svona líkanlega og allt svoleiðis. Og ég meina þetta er svona bara eftir á hyggja, þetta er alveg gott múf hjá þeim báðum. En þú veist, hvernig fekk Víkingur einhvern strák sem að alltaf verið í Breiðablik? Þú veist, af því að hann er svona megatalent. Já, ég veit það ekki, Ég held að það hafi nú alveg verið Reynt að fá hann í Breiðablik? Já, ég hugsa það. Okay. En á móti kemur að þá er kannski, ég meina, ef þú horfir á þetta blákalt þá er kannski leiðinin á miðsvæðið þegar að Gísli er að koma heim, þá er kannski leiðinin á miðsvæðið, hún er styttri í Víking. Okay. Ég meina, ég held að það sé alveg óhætt að segja, ég meina, þá er ég bara að tala um aldurinn á miðsvæðinu. Já. Þú veist, þá er ég að tala um Matta Villa, þá er ég að tala um Pablo Puniet og það voru, ég er að gleyma einhverjum. Já, en allavega, þú veist, málið er samt að þessi stráku verður ekkert með, eða Gísli verður ekkert með Víkingunum í þessum umspili ef þau komast þangað. Nei. Það verður farin í janúar hlýtur það. Já, ef allt er eðlilegt þá fer hann í janúar.
Já. Ert þú aldrei að segja við, þú veist eins og bara við þitt fólki í Drammen, heyrðu, það gæði á Íslandi, drullu góð. Ég tala oft við eitt gæja í liðinu leikmenn sem að mér finnst góður í Íslandi, sko, alveg 100%. Þannig að ég reyna alveg að hjálpa þeim, bara segja þeim hvaða menn þeir ættu að fylgjast með eða þeir eru að fylgjast með Íslandi. Já, þetta ansi skemmtilegu leikmaður. Gleymist líka í þessu sko að hann er náttúrulega herri en þú, hann er 1.90, hann er 1.90 plus, já, sem er náttúrulega mikill styrkur að hafa sko. Mér fannst Víkingsliðið virka þreytt á mig þrátt fyrir að vera einu manni fleiri síðan svona 10-15. Já. Það var svona vantaði eitthvað svona púss í þetta. Já, og fór kannski mikil orkaði fyrir áleikinn og mikil hlaup og bara mikil barningur kannski allan leikinn sko. Ég var hrifinn af þessu uppleiki hjá Arnari, hann var að kasta mönnum í fremstu línu, reyna að fría þessu upp miðsvæðið í uppspilinu og mér fannst það vera að virka fínt í fyrri hálfleik og mér fannst þeir alveg vera í miklu basli með þá af því að ég hélt einhvern veginn að þegar að Breiðablik mætti Víking maður og mann, að þá hélt ég einhvern veginn að önnur lið myndu kannski kópera það en það virðist vera sem svo í lokaleiknum að þá hélt ég mögulega ok, herðis þarna gæti verið að hitta á einhvern weak spot hjá Víkingunum en í staðinn þá einhvern veginn mér fannst Djurgården aldrei pressa 100% og þegar að þeir reynda að stíga upp að þá spiluðu Víkingar mjög þægilega út úr pressuna þeirra. Þannig að það gekk mjög vel fyrir þá að mynda yfirtölu út í öðru hvoru megin þegar þeir náðu að komast út úr fyrstu pressunni. Ég ætla aðeins að spila hérna viðtal við sem að var tekið við Arnar Gunnlaugsson, þjálfara Víkinga í hlaðvarpinu Seinni 9 með John Juliusson og með Jóni Júlu og Loga Bergmanni Eiðsinni. Skulum aðeins heyra hvað hann hefur að segja þegar hann spurði um landslið. Til dæmis? Já. Er það eitthvað sem þú hefur áhuga á? Hefur áhuga á landsliðinu? Það er við spurningar að því að þú ert með landsliðsþjálfara núna, hvernig kemur þátturinn út? Bara morgun ekki? Bara morgun, áhuga á því, það hefur áhuga á því, skilju, það er ekkit flóknar en hvort það, hvenær tímapunktur svona í fullkonu heimi sæði landsliðsþjálfara eftir að koma með grátt skegg og ég er enda að koma aðeins fara að grána en allt skeggi sem voru grátt. Já, kannski að þá er einhvern veginn verið að verðluna fyrir gott ævistarf einhvern veginn. En landslið núna er hrikalega spennandi stað. Þetta er hrikalega spennandi leikmenn að koma upp núna og svo er HM í Bandaríkjunum sem að mínum að það verður stæðst íþróttakeppni í sögunni. Kanin kallar hann að halda mót sko. Það er eftir 2 ár en eins og staðan þetta er rosa fókus á Víking og 1 ár eftir og Víking er bara ógeðslega góð staði til að vera og ég sé bara enga ástæðu til að yfirgefa hana nema eitthvað spennandi. Já, þarna segir þetta. Víking er frábær staði til að vera á, þú veist, Logi, þú veist kannski erið fyrir þig af því þú ert náttúrulega landsmaður í fótbolta að vera eitthvað að tjáðu mögulega landslýstjálfari en hins vegar, þú veist, heldur að Arnar hafi allt sem til þarf til þess að verða góður landslýstjálfari? Já, ég held það. Já, bara, þú veist, bara geggjaður þjálfari og næri vel til allra leikmanna og það hlust allir á hann og það elda allir í þessari hugmyndafræði allavega hann hjá Víking en svo hefur hann náttúrulega aldrei verið með landslið þannig að það, veist þannig að það kom óvænt nafnin í umræðuna í vikunni frá okkur Norman, hann Hókmú. Já, Per Matthías Hókmú sem gerði ekki Elfsborg að meisturum, fór síðan til Japan. Þetta er öflugur þjálfari sko, mjög öflugur þjálfari og á svona... Heldur hann væri betra fitt en til dæmis eins og Janne Andersson? Nei, ég held að Janne Andersson væri betra fitt akkurat núna. Þannig að, en þú veist, hann er að koma úr þessu landsliðsumhverfi, náttúrulega bara búin að vera með Svíana. Þekkir þetta allt saman og hefur unnið með stórum nöfnum sem að við erum að fá núna í landslið. Þú veist, leikmenn sem er að spila með toppfélagsliðum og hann hefur gert ákveðið sluti með Svíana. Já, þannig að ég held að allir sem hafa verið nefndir til sögunar séu alveg vel færir til þess að stýra þessu landsliði inn á HM 2026 sem hlýtur að vera stefnan. Heldur betur, það er stefnan og nú komum við ljós hvernig við mætum. Við ætlum að kíkja aðeins á Evrópudeildina sem framfór í gær með Kletti. Klettur sér dekkin, Goodyear, ef þú spyrðu okkur fagmennina, þá er það bestu dekkin og þar sem fagmenn vesla, þar er þér óhætt. Klettur sér þetta. Heyri, Evrópudeildin, heldur með Tottenham
Logi? Nei. Pabbiðinn, heldur þú tóttina? Já, ég er United maður. Já, herru, þvílíkur sigur í gær. Já. Viktoria Pilsen ekki tapað í Tékklandi í einhver 2 ár hérna á heimavöllunum sínum. Einmitt. Kemur United snúa þessu við. Bara takt okkur aðeins í gegnum með þetta hennan ótrúlega leik í gegn. Ég verði ekki, ég horfði ekki að leikinn. En þú veist, ég er bara, ég hef búin að vera í basli með að horfa á United síðust ár. Ég er bara vikina. Ég horfa á alla, reyna að horfa á alla leiki en hérna, þetta er búið að vera þungt og já, ég verði bara vikina. Ég er ekkert allt og spenntur að horfa á United. En það er kannski bjartari tímar framöndan. Heldur betur, ég minna Rasmus Højlund þessi ungi efnileg leikmaður. Gunni, þú varst að horfa á leikinn í gær og þú hélst höfuð þér þegar að hann fó bara einhvern veginn inn í eldhúsið og byrjaði að elda. Rasmus Højlund? Já. Hann fær þarna vissulega urmulfæra á stuttum tíma og hérna gerir vel í tveimur þeirra. Mason Mount náttúrulega fær 2 dauðafæri. United náttúrulega raðar upp þarna einhverjum 2,7 í XG en enga síður þá eru brotalamir hérna aftast sem að þeir sýndu þegar þeir fá markið á sig og André Onana er ekki á góðum stað akkurat núna. En bara vel gert hjá United. Skiptir náttúrulega engu máli því að leikurinn vannst og Já. Er það ekki? Jú. Þetta er fyrsti útisigurinn hjá Ruben Amorim sem að það er engin þjálfari í sögu United, hvort sem að það er caretaker eða tímabundið þjálfari byrjaði jafn illa og Ruben Amorim. En maður sé samt sem aður að það eru bætingar á leikliðsins. Hvað mennur það? Stórkostlega byrjun allavega í Evrópu. Evrópu. Frábær byrjun í Evrópu. Já, það eru fleiri lið sem eru tablus náttúrulega í Evrópu af því þú ert alltaf á töngast á því. Shamrock Rovers er eitt þeirra. Liðið sem að Víkingar töpuðu fyrir og hefur verið rætt eins og Kjelir talaði hérna í síðasta þetta hefur verið rætt stundum bara sem eitthvað púpalið sko en það er náttúrulega ekki staðinn. Shamrock er frábært lið. Logi, hvernig fór þetta hjá ykkur í Víking í sumar? Verðið í Evrópu á næsta ári eða þú verður áfram þar? Víking? Strömskóðsett, sorry. Við endum í 7. sæti. Já. Þannig við erum ekki í Evrópu. Nei. En við endum 7. í fyrra líka, þannig að þetta er svona... Þið eru svona 7 klúbbur. Já, við viljum náttúrulega reyna að komast í top 5 en hérna, við erum svona á línunni, búinir að vera það og vinnum oft betri liðin frekar en neðri liðin sko. Við náum einhvern veginn að gíra okkur svo vel og við unnum Molde 1-0 í síðasta leiknum og já, þannig að við vinnum oftar betri liðin. Er einhvern tíðan að tala með einhverjum Íslendinga þarna í Góðsett? Já, þeir þekki alveg. En einhver sem tala vel einhver svona góðu leikmaður, einhver íslensku leikmaður, svona, hann var virkilega góður. Nei, ég hef ekki. Óskar Hafn var þarna? Já, ég veit það. En hann meiddist, hann bara einhverju 2-3 leikir og svo bara lendir hann í einhverju hryllilegu dæmi, sko. Og En norska deildin var eiginlega bara tvískipt í ár. Það eru bara top 6 og svo er 13 stiga bil frá 7. sætinu niður í 7. Já. Þannig að hérna og þú veist, við vorum á tímabili bara í sko 11. eða 12. og það voru bara 6 leikir eftir, þannig að við náum að vinna okkur upp í 7. sæti. Þú veist, þið eru náttúrulega bara 5 stigum frá Haugesund sem að fara í þetta playoffs. Ég er að segja það sko, þannig að þetta er alveg stutt á milli þessu. Stutt á milli sko. Já, þannig að sko eins og levelið hérna, þú voru náttúrulega kynst þessu Evrópulevelið í gegnum Víkingana. Já. Ég meina, þú veist, Malli vinur minn sagði mér eins og að, þú veist, norsku fótbolti virkaði þannig að þetta var eins og íslensku fótbolti en spóla hratt, það var allt aðeins hraðar. Já, ég get alveg tekið undir það. Það er bara, þetta er ekkert himinn að hafa og það er kannski ástæðan fyrir að ég kannski næði að koma inn í norsku deildina svona fljótt og byrja að skora og leggja upp, já. Og þetta er bara, já, aðeins fljótara, aðeins hraðara og aðeins betri leikmenn og sterkari leikmenn og aðeins meiri leikskilningur. Er ekki líka eins og normenn, nú er þetta bara kannski í hausnum á mér en er þetta ekki alltaf eitthvað super fitt íþróttum? Jú, bara styrsti halvotnir eru bara einu sem spái eru hlaupatölur og gymmið sko. Já. Ertu þyngri í dag en áður á fórskótt? Ég er bara svipaður og ég var sko. Já, en miklu meira fitt? Já, ég get hlaupið mun meira og hérna, já. Þeir eru ógeðslega góðir í þessum þætti fótboltans. Hafa þeir alltaf leitt einhvern veginn bara þetta allt saman. Þess vegna eru þeir kannski að gera vel í Evrópu og þeir eru alltaf í geðvíku formi. Þessi liði þarna og var í deildinni. Já, Bót og Glimt. Hleyp oft yfir liðin. Þessi lið sem kom á heimavöllinu hjá þeim. Glimt náttúrulega heimavöllið, náttúrulega bara. Já, það er bara efni í sér hlaðvarp. Það er unnu eitt sigurinn í ger og móti Besiktas. Það er reynda næs að vinna Besiktas, ég skal gefa þeim það. Já. Þeir eru auðvitað lentu í vandræðum á Old Trafford eins og kannski fætt var. Já.
Þeir lenti í vandræðum mót Já. Hlæðu það öllu? Nei, ég hlæði ekkert öllu, ég var hlæði þjálf og ég var hlæði. Já, þessi frægi sigur á Bót og Glimt 3-2, hver gleymir honum? Þegar Bót og Glimt komst yfir Old Trafford, það var eitthvað sem ég bjóst ekki við að sjá á mínu lítum allavega. Meistaradeild Evrópu fór fram helgina og í meistaradeildinni Auður, sparireikningurinn 7,5% fyrir fyrirtækin í landinu. Auður, dóttir Kviku. Auður oftast á undan með flest. Meistaradeildina sem að Liverpool eiginlega bara komnir áfram. Arsenal unnu góðan sigur. Manchester City með 1 sigur í síðustu 10 leikjum. Logi, þegar maður vinnur allar ekki, þá líður mann alltaf eins og maður sé að fara að vinna. Já. En þú lendir í hólu. Það var erfitt að grafa sig upp úr henni. Ekki? Jú. Það er líka viðbrigði að fara frá Víking sem að við vinnum nánast alla leiki á henni fyrir út og fyrir svo í miðlungslið í Noregi. Það var oft þungt heima, maður kemur einn heim og það er ekki til ískapnum að því maður gleymdi að kaupa í matinn og maður er bara, veist, hvað ruglir í gangi? Maður er bara einn í Noregi eitthvað, tapa á móti ykkur norskum tóttum, skilur, já. Þetta getur verið þungt. Já, þetta er svona kannski pínu vani bara, maður venst í að vinnu bara, það er bara einhvern góður ávani. Svo þessi helvítis umulega ávani að vera alltaf að tapa. Já. Stóri munur fannst mér á að vera liðið sem var að vinna og tapa, fannst mér á mótnarnir. Af því að eftir sigurleiki, þá var mjög auðvelt að rífa sig á fætur. Já, maður þarf ekki mikið svefn eftir sigurleik, sko. Nei. Það er alveg rétt, sko. Það sem langar ekki upp úr rúminu þegar að leikinir að tapast, ég meina, hvað leið finnur Pep út úr þessu? Þú veist, hefur eitthvað skoðun á þessu? Hvað er þetta að gera? Þú veist, allt í einu bara, þú vinnur alla leiki og svona 1 sigur í síðustu 10. Þú myndir fá sjokku, þú myndir sjá bara síðustu 10 leiki. Já. Það er góð spurning. Þetta þetta ekki bara Rodri effektið það? Hann sé átt. Það er bara, þú veist, en ef þú skoða bara liðið þeirra líka á, eins og í vikunni. Hver ætlar að hjálpa vörninni af miðjumönnum? Þú veist, Bernardo Silva hjálpar þér ekki. Gundogan hjálpar þér ekki. Kevin De Bruyne hjálpar þér ekki. Það er enginn að hjálpa til þarna. En þetta líka kannski sýnir hversu mikilvæg sexa er í fótbolta. Að verja markið og uppspilinu, að finna réttu svæðin og bara, veist, sexa er eina mikilvægastu stöðum á vellinum. Hefðu þið unnið þessa titla í Víking án Pablo Puniet? Sennilega ekki, eða þú veist, maður veit það ekki. Það er erfitt að svara því beint en hann er algjör vinnur og eftir hann kom það náttúrulega byrjaði þessi titlar að hrúast inn. Það er erfitt að svara því já eða nei, en hann gerði mjög mikið. Fyrir maður aðeins meira í Manchester City rétt á eftir. Ertu með eitthvað að vera, Gunnar minn? Nei, bara, þú veist, þeir eru ekki búin að vera lélegir í svona leikjum. Ég elska hann eitthvað, sko. Það er mér svo gaman að sjá þetta merkja. Ég er búin að sjá þetta logo svo lengi. Já. Vancouver Grizzlies. Þetta er náttúrulega, þessi gæi frá Mosó. Robert Westman er líka Mosó. Hann er bara að tala með að hann sé að fara að setja pening í. Er búin að hringja? Já, ég gerir rétt ráð fyrir því að þú hefur látið einhver að fá númerið. Þú leist mig ekki fá það, en látið einhver að fá kontakt á hann. Heldur betur, það verður áhvert að sjá bara hvað gerist þetta í Mosesbænum ef þeir ná að koma honum að það með. Löður, núna líka á Akureyri. Löður áskriftin í Parka appinu. Hreitt bíll, öruggari framtíð. Hreitt bíll, öruggari framtíð. Já, það er eitthvað. Löður, sko, það var eitt sem ég langaði að ræða við ykkur af því að ég veit ekki hvort það hefur orðið bara um umræðuna því að þú ert líka listamaður og fótboltamaður. Og þú sem fótboltamaður hefur oft heyrt einhverja út undan, ég veit ekki hvort þú hlustir á hlaðvörp eða horfir á sjónvarpsþættina whatever, en stundum það bara, Logi ekki nógu góður, Logi, þú veist, hann er bara latur eða hvernig segir það, og þið eru búin að heyra allan þess að hörmungum ykkur sjálfa. Það var dómur hjá Vísi tónleika hjá Bríett sem fekk 2 stjörnur eða eitthvað, og það sem að sagði bara, maður sem skrifaði dóminn sagði bara að það eru liðlega tónleikar eða whatever. Ok, burtsi, ég var ekki á þessum tónleikum, ég veit ekki þetta, en bara ég séð viðbröðum við þessu þegar að listamenn eru gagnrýndir og ég hugsaði bara, erum við kannski allt of fokkin harði við þess að fótboltakauðra, við erum sitjum hér, segjum að þessi getur ekki neitt, þessi lélur, þessi er þungur, þessi svona og bara, svo kemur einn svona dómur bara fyrst skipti í sögunni og bara, það verður alltaf vitlaust. Já, en það er akkurat málið, svo getum við líka alveg horta á þetta kannski á hinvegin að mögulega eru, sko, þú veist, listafólkið duglegra í að standa saman.
Ég er að spyrja, veit ekki það. Nei, ég meina, hafið þið séð viðbröðin við síðan pistlinum, sko? Bríett líklega hefur aldrei fengið að margar stuðningsyfirlýsingar og síðustu sólarringar, sko. Já. En ég vissi bara ekki að þetta væri svona viðkvæmt í listabransanum, að þú veist, ef ég færi á tónleikana hjá Loga og ég myndi segja bara verður ekki þannig en ég myndi skrifa þetta miðlungssjó hjá Loga verður ekki þannig verður ekki þannig, sko, en ég veit það en bara, þú veist, greinilega þetta særir meira þetta situr í manni en hérna, ég hef aldrei hlustað á mikið af podcastum og þáttum því að ég vil ekki láta það hafa áhrif á mig Nei, ég hef ég hlusta á stundum en ég ef það er verið að gagnrýna mig þá fer ég ekki að hlusta á það, sko. Og að sama þegar að vera að tala vel hann, maður ekkert að hlusta á það, pappi lætur mig vita, hann hlusta mikið á podcast, lætur mig vita að það er verið að tala eitthvað mig, en annars er ég ekki mikið að láta það trufla mig, sko. Bríett þarna með tónleika sem sá sem að satt þarna var ekki hrifinn af og stundum það bara þannig, en þeir hérna listamenn fara rosalega mikið í manni, þeir svona, þessi veit ekki neitt svona, þetta eins og ég myndi gagnrýna einhverju tónleika og myndi segja, Hjörvar, hann getur ekki eins og haldið á blokkflötu, sko. Þú veist, eða whatever. Fótboltinn ótrúlega við gagnrýn. Ég sett einhvern út á einhverja sjónvarpsþætti á RÚV, sko, það var einn hérna leikari sem hafði bara samband við mig og sagði ég vissi ekki raskat hvað ég var að tala. Ég sagði, herri, mér varst það bara leiðilegt. Þú veist, ég get ekki eitthvað, þú veist, ég þarf ekki að fara í 5 ár í skóla til þess að ákveða hvað mér finnst leiðilegt. Þú veist, mér finnst bara skína gott lag þó ég get ekki haldið á blokkflötu. Þetta er bara frábær punktur, sko. Já, mér finnst það bara svo áhugaverð umræða af því að ég bara svona tók hann aðeins timminu og sagði með mér, erum við kannski aðeins og harðir við þess að gauðra, stundum, þú veist, eins og bara einhver leikmann 18-19 ára setjast einhver 3 gauðra saman á 50 aldur bara, getur ekki neitt þú veist, einmitt það getur verið þungt fyrir leikmannin, sko. Þú veist það er svona en þetta getur make it og break it, skilja, þú verður að geta tekið þessar gagnrýni og svo öfugt þegar það gengur vel og verður að geta tekið henni líka, sko. Ef þú vilt lesa það góða þá verður að taka þig með því slæma. Já, 100%. Það er bara eins og þannig. Förum í íslenska boltan með Kjarnafæði. Hangikjötið er klárt. Ég er búinn að þríreykja það heima og þríreykt hangikjöt frá Kjarnafæði af því að það er Kjarnafæði. Það eru svona einhverja fréttir, þessi Galdur Guðmundsson strákur sem að einhvern veginn maður sá fyrir 3 árum með eitthvað slikt fór til FC Kaupmannahafn. Það er einhverja að tala hann getur komið heim. Já, það virðist vera svo að hann fá ekki endurnýjan samning hjá FCK, þannig að það eru lið hérna heima byrjað að heyra í honum. Víkingur og KR hafa verið nefndir sögunar í því samhengi, þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá. Nú það eru líka leikmenn sem að getur verið á leiðinni út. Kjartan Kári hefur verið nefndur til sögunar þar frá FH. Eitthvað lið í Rúmeníu skilst mér sem að hafi borið víurnar í hann. Það væri áhugavert. Mörglega að reyna að fá Hólmbert. Gólbertinn saman. Mér þykir nú Víkingar ef að þeir hafa áhuga, þá þykir mér þeir nú vera líklegasti áfangastæðurinn væri held í besta fittið, sko. Fyrir Hólmbert. Já. Var ekki gaman að vera í HK sem krekki og sjá leikmenn eins og Hólmbert og þú veist, sjá bara alltaf þessu öflugu leikmenn fyrir Róma. Ég var nú bara í 3 ár í HK. Af hverju fórstu HK? Það bara, ég var alltaf víkingur, ég fann það hjá mér. Ég vildi bara fara hinum með yfir dalinn aftur, sko. En bjóstu samt í Kópavogi? Þú varst eitthvað í Blikum? Nei, já, eitt mót. Já, þú átt eitt mót. Þetta var bara þú verið í grunnskóla í Kópavogi? Já, ég var ég aldist upp í Fossvogi þá ég var 7 ára og fer svo í Kópavogin. Og pappi minn vildi að ég myndi fara í Breiðablik og mamma vildi að ég fara í HK. Já, mamma er greinlega að veit eitthvað. Já, mamma fór samt með bróður hans til mín í Breiðablik. Dásuleg kona. Í hvaða skóla varstu í hérna? Ég var í Digranesskóla og svo Álfólksskóla. Þú veist, þeir saminust Digranes og dröslast frá vinuðinum með skólanum niður í Víkina? Jöp. Why? Bara því að mér langaði að vera í Víkin. Já, mjög sérstætt. En svo ég segi þú gætir verið í Real. Já. Ef þú hefur verið áfram í HK. Herri, við vorum aðeins að tala hérna bestildina. Ég meina, við sáum leikmann sem við spilaði bestildina, hérna Hákon Haralds. Já. Hann skoraði hérna sigurmarki fyrir Lill. Já. Er hann svona eitthvað, þú stóð náttúrulega æft mikið með honum í landsliðunum og svona, sko. Er hann eitthvað svona, er hann unreal góðu leikmaður? Hann er ógeðslega góðu leikmaður. Hann er svona one of a kind leikmaður, finnst mér, sko. Já, hvað er það af því að þú veist bara hreyfingarnar hans með boltan og bara svona, þú veist þú heldur úr sér að fara að taka boltan á hann er einhvern veginn touchi fram hjá þér eða
skýli boltanum vel líka með hvað hann ekkert stór og þú veist, hann kannski ekki daumur en hann ekkert engin skepna sko, en hann bara les leikinn ógeðslega vel og finnur svæðið sem aðrir finn ekki einu á vellinum stundum. Það rosalega að við eigum svona 2 svakalega leikmenn í þess eins og hann og Albert. Já, svona pocket players og svona free flowing players. Unbelievable fyrsta touch á þeim báðum og ég myndi segja að þú veist, fyrsta touch í fótbolta, ég veit að þetta er vítt hugtak sko, en bara það hvernig þeir taka móti bolta og nota skrokkin á sér og þú veist, búa til í raun og veru næsta aksjón með fyrstu snertingunni. Mér fannst alltaf mest í munun á að æfa, þú veist, með eins og maður var einhvern veginn eins og 21 landslið og svoleiðis, með próleikmenn versus ekki pró. Þú getur kasta boltanum eins og í markmaður og hendur hann bara einhvern veginn á próleikmann, hann bara tekur á mótornum bara á núleitni. Já. Hann græjar þetta sko. Bara grítur hann einhvern veginn á og bara Íslenski leikmenn á jörðinni, kottum hann á jörðinni. Það bara svo, en geðveikt fyrir Hákon með eitt besta sjúgeimið að mínu viti í landsliðinu. Hefur tjekkað sjúgeimið þess? Nei, Það er með stærst sjúgeim. Ég hef ekki mikið spáð í því sko. Nei, tjekkaðu því næst. Hann mætir með einhverju hróttalega sko. Þetta bara maður sem tekur sjúgeiminu fáránlega alvarlega sko. Þetta snýst allt það. Ég ber virðingu fyrir þannig. Þú ert svona tískukókurinn í Dr. Fútból. Shit. Herri, ég heyri einhvern krakka daginn segja það ekki shit lengur, það Verðum við í enska boltan gerum það með flísabúðinni sem eru vinir Dr. Fútból, stórvinir Dr. Fútból. Það eru þetta þessi leikur helgina, Manchester City, Manchester United, þetta 2 lið sem búin að vera í smáhólu, gengið þó örlítið betur hjá United sem ósigraðir í Evrópu eins og Gunni benti svo skemmtilega á áðan. Mo Salah valinn sá besti í nóvembermánuði sem ætti ekki að koma neinum ávart, hann búin að vera algjörlega frábær. Kannski talandi það svæði, kannski aðeins reyndar í Asíu en það miklu vinir í Egypta. Sátarnir eru komnir með HM 2034. Gunni, hversu stórt þetta fyrir fótboltan í Sáti? Bara hversu geggjað? Takk okkur aðeins í þau, hversu geggjað þetta er? Ég veit ekki hvað maður á að segja maður. Verður þetta aftur í desember? Janúar. Þetta verður í janúar? Janúar, já. Takk okkur aðeins gegnum hversu geggjað þetta er. Lói, þú eru þá að spila þarna? Þú eru bara 34. Já, vonandi verð ég bara í mínum besta formi, 34 ára. Það eru sögur sem maður hefur heyrt af þessu þegar þetta var ákveðið að ég nú einhver kurl eftir að koma til grafar hérna. Ég byrjar þetta. Hvað? Spilling. Nei, alls ekki. Ég meina skoða, við lesum nú norsku miðlana, ég og Logi. Já, það er nú, hversu norskt er það að vera eitthvað að væli yfir þessu? Ekkert að væli yfir þessu. Bara... Jú, ég meina, ég get alveg viðkynnt að HM í Katar komir gríðarlega óvart. Mér fannst það stórkostlegt. Þú sagðir besta heimsmeistarakeppni sögunar, fylgdur með það? Já. Allavega á mínu lítum. Já. Alveg 100%. Á mjög fín keppni. Mjög fín keppni og skemmtilegu tíma af því að þetta var svona vetur en það var bara næs að hafa þetta. Ég bara, þú veist, það var bara sturlun að hafa þetta í desember. Ég verði til að hafa þetta móti. Ég var á tenni ára og flesta leiki. Það var sturlun. Geðveikt, sko. Þetta er alveg skemmtilegt. Hvað var það sjálfa? Ég meina, getur þú séð þið spila einhverstað annars þar enn í Evrópu, Logi? Já, einn daginn, pottitt. Já, bara 100%. Bandaríkin. Já, eða Sáti eða ykkur starf maður. MLS kall. Verið í 45 gráðunum í Sáti. Það er eitthvað. Bara algjörlega. Alltilega mennsjónaða kannski að Albert Guðmundsson var náttúrulega með Marko Stóðsendík. Já, í Fiorentína. Já, hvað var 7-0 eða? Já, en þetta er ekki 7-0 á móti. Hvað, Lask? Já, móti Lask. Ó, ég með einhver 2 Já, 2 lög í gangi. Má heyra, byttu. Þetta er gott stöf. Þetta er meistaradeildin og... Það er þetta búið til melodýri yfir þetta. Þetta er meistaradeildin og búm, 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 hana. Wow. Blandið sér saman. Nú er Logi að hugsa beat, sko. Við vitum það að á Miklaborg seljast fasteignirnar og Miklaborg, þeir vilja fá tipp frá Dr. Fútból og líka þeir sem að breyta 20 í 50. Við þekkjum þau öll. Drengir, tippum aðeins á enska boltan. Ég ætla að fá fyrst frá þér, Gunni, og svo frá Loga og ég minni á Dogsón á morgun. Arsenal Everton.
tölur 3-1 Arsenal. Logi, Já, ég segi bara 2-0 Arsenal. Liverpool Fulham 2-0 Liverpool. 3-1 Liverpool. Newcastle Leicester 1-0 Newcastle. Ég segi 1-1. Wolves Ipswich Skemmtilega leikur. Nammi. Nammi 3-1 Wolves. Það mikið heimasögur manna. Já, Ok. 2-0 Wolves. Forest Villa Villa konur í gang. 1-3 Aston Villa. Já, ég ætla að segja að Forest menn takk þetta 2-0. Brighton Crystal Palace Þetta er 2-2 leikur. Já. Þetta er 2-2 leikur. Já, ég er bara með þér þar held Já, ég. 2-2 Frekar boring báðir. leikur. Manchester City Manchester United 4-1 City. Sko, ég með langar að segja United en ég verð að segja... Nei, jú, við tökum þetta, City er búin lélir. 2-0 United. 2-0 United að sjálfsögðu Chelsea Brentford klón 7 á sunnudagskvöldi geðveikur tími Brentford að það eftir að vinna leika úti velli. Hann kemur ekki þarna. Þetta er 3-0 Chelsea. Já, ég verð að peppa minn mann Hákon og hann kemur inn á hálfleik og þeir vinna 1-0. og svo er það Southampton Tottenham Það var geðveikt. Southampton Tottenham 2-3 Tottenham. Já, Tottenham tekur þetta 2-0. ég ætla að segja I'm gonna shock the world Southampton er að fara að vinna Tottenham og svo er lokaleikurinn Bournemouth West Ham þetta er spennandi Spennandi, það er spennandi. Gunni 1-1. Já, Ég er með því bara. Já. það var 1-1 hann er greinilega spenntur að Logi Tómasson fyrir mánudagskvöldinu Þetta er þriðja held í mánudagskvöldi í röð sem að Manchester City, nei sem að West Ham er að spila. ok, Tommy Stendos var að væla yfir. hérna Logi, er draumurinn að spila í Englandi? Já, ég held að. Það er svona mest sexy deildirnar er í Englandi og ég held að það er svona draumur sem að spila í Englandi. Ég var einnig til að sjá þig spila í Englandi því að ég held að svona fyrirgefnaðinnar eru ekki rosalega íslenskar þú kannt að negla boltanum fyrir Já, sem Harður líka. já. ekki alltaf meiddur Nei, ég verið mjög góður að sleppa með meðsli 7-13. Já, það er náttúrulega já, þannig að mikið að leikjum 46 leikir ef við segjum með Championship-deildin Já. Hefur þú áhuga frá Englandi? Já, eða þú veist. Já, það eru liðið í Englandi eftir ég veit það svo sem alveg Það er ykkur áhugi á Englandi. Já, Þannig að já, þú veist, það er bara áhugi á mörgum stöðum að það er bara spurning hvað gerist eða hvort eitthvað gerist. við sjáum til hvort eitthvað gerist eða eitthvað strákar við ætlum að velja vinnir og lúsir af vikunar með Einar Á og Dr. Fútból alltaf saman, alltaf vinir sigurvegarar þessarar viku já, verður ekki að vera Logi Tómasson fyrir að selja fullt af miðum Já. á tónleikana sína sem verða í næstu viku Jú. er eitthvað eftir? Já, það er eitthvað eftir. Ok, En þetta mun seljast upp, þannig að ég myndi bara fara núna inn og græja þetta, sko. já, farið og græið miða á Loga Tómasson fullt af góðum gestum með honum þannig að Þetta er ekki jólatónleikar, en þetta eru partytónleikar. þetta eru Aldrei partytónleikar halda partytónleikar til saman DS, þetta er nýtt koncept. þetta er nýtt koncept, partytónleikar algjörlega fleiri vinnarar í íslensku lífi svona en Logi Það er nóga vinnurum sko. Já. Eygló Fandal átti frábært móti á heimsmeistaramótinu í kraftlyftingum. já, Svo held ég að sé alveg hægt að nefna sko Borse Ilievski Sansa hjá IR ætla ég að nominata. Já. Hann er búinn að koma kom inn í mjög erfiðri stöðu fyrir IR já, í körfuboltanum og er búinn að vinna held ég núna 3 í röð langar með að segja. ok 3 í röð og fór og vann Hött á Egilsstöðum í gær. já. Huge. Það var mjög stórt. Ég ætla að fá að velja Villa Vill hérna sem Já. að leikur í hérna, ég fór í bingo hjá honum í gær Einmitt. hann kallaði mitt borð allan tíman miðflokksborðið og Já, það er kannski ekki skrítið. já, það er kannski ekki skrítið en það varst þú þarna þannig að hann er sem tilnefndur sem eitt best klæddi Íslendingun Já, hann er með stíl hann er með stíl og það var geggjað að fá hann í þetta music video á virðingarnafni. Það var gott koncept og gerði það mjög vel. Já, þetta er töffari Willi Will, mjög skemmtilegur hann er tilnefndur sem
einn best klæddi Íslendingurinn, það hlýtur að gera hann að vinnir sem að ertu með eitthvað lúser eftir þessa viku, Gunnar minn? Já, Andri Ónana, þung vika fyrir hann. Sigur í Tjekklandi fyrst tapið því á Viktoria Pilsen í 2 ár, þannig að það var þung vika að lappa með 3 púnta það. Slappur þar og slappur náttúrulega líka mútið Nottingham Forest. Einn vinnir sem ég ætla að fá að nefna Róbert Westman. Róbert Westman auðvitað með Herðu, það var að koma ný frétt líka. Nú. Alvotek að stofna 3 leikskóla til að mæta vanda starfsmanna. Wow. Þetta enga framtækið, sko. Þetta bara það vel hugsað starfsfólk hérna og við alvómenn við þökkum auðvitað kærlega fyrir það. Já, við verðum bara ekki. Þetta var frábært viðtal. Ég sem neytandi þú þakka kærlega fyrir mig. Já, þetta var gaman að tala við Róbert, eða Bobby eins og ég fer að kalla hann í dag. Fæ ég að henda inn einu nafni í vinnurina? Já, endilega. Auðun Blöndal. Já, Auðun Blöndal. Já. Hvað er það sem að... Það er höfðingi. Já, það er mikill höfðingi. Já. Snæfríður Sól líka sundkona. Stóð sér vel á HM í 25 metralög í Budapest. Setti þar Íslandsmet. Já, heldur betur. Fyrir mig neyða Gunni, ævintýrið í körfunni, er það ævintýri ársins? Það gæti orðið það, já, af því að þeir eiga Hauka í næsta leik og við náttúrulega þekkjum Haukan eftir Matti Dalmæ að það, þetta virðist ganga brunsulega hjá þeim, þannig að ef þeir vinna Haukan í næsta leik þá eru þeir bara komnir í fljótur bílstjórasæti í úrslitakeppni. Tómas Árni spyr, þessi reynda til Dóttar fútból er bakið eins og nýtt eftir aðgerðina frægu og heldur alveg 32 klukkustundum frá vinnu. Það er ágætt, krakkarnir skilja ekki, sko, að maður fari aðgerð og bara vinna strax. Krakkar er svo vanir í að menn liggi heim í 3 mánuði, en ég hef bara gefnað því. Nei. Það er EHF. Er Logi spörsar eins og pabbi sinn? Nei, það er ég ekki. Það var góð ákvörðun. Já, sé ekki eftir því, engin titlar annað. Nei. Förum í fleiri, er Rasmus Højlund orðinn eitt besti framherji í heiminum, spyr Addi Már Eggertsson eftir gærkvöldið í Tjekklandi? Nei, myndur ekki segja það. Ég tæki nokkra af Norðurlöndunum fyrir framann hann, sko. Það er held ég 3-4 sem ég tæki fyrir framann hann þar, sko. Já, má ég sjá, það eru mikið spurningu til Loga. Hefur Logi staðið á þaki óperuhússins í Oslo og hort yfir fjörðinn Fagra? Ég hef gert það, gerði það bara ekki svo langt síðan. Já. Var að njóta þess. Það er upplifun. Það er heldur betur upplifun. Sumrin í Oslo eru líka sturluð. Ég mæli með að fólk fara á sumrin og fá sér eitthvað gott meðlæti og njóti þess að horfa út á fjörðin og fara jafnvel í sjóinn og sánu. Það eru fullt af sánum þarna við Agirbyrgi sem er ógeðslega næs að fara í líka. Já, þetta er uppskrift. Þú ert svona sánabrósi. Ég er algjör sánukall, sko. Ef ég gæti þá myndi ég fara hverjum degi í sánu, sko. Getur þú gefið ungum kallmennum ráð þegar kemur að hinu kyninu, spyr Eyþór Völler? Getur þú gefið ráð? Ég myndi bara segja vertu þú og vertu mér sjálfstöðst þegar þú tala við kvenmenn. Já. Þetta er mjög góð ráð. Frábær ráð hjá Loga Tómasinni. Auðmýktin. Nú fara Mosóbrósarnir á Esjumélum á hausinn þegar fjármagnstekjuskatturinn verður hækkað, spyr Hafsteinn Svanberg. Ég get alveg viðurkennt það mér hryllir við þá tilhugsun. Já. Ég get alveg viðurkennt það. Á hausinn, vonandi ekki. Vonandi ekki. Verður Arteta rekinn ef hann vinnur ekki titilinn í ár? Nei, það var hann ekki að gera. Það er ekki, við erum ekki svona reaktífir á Emirates. Nei. Prófatífir. Algjörlega. Já, þetta held ég að sé svona það allra besta af þessu sem að kom í neyða. Já, mikil þvæla hérna. Já. Komdu með eina þvæluspurningu. Eina þvæluspurningu. Fyrir Gunna. Er GB reiður af því að ég opinberaði hvernig RÚV gerir mælingar með áhorf? Og svo segir hann Pornhub. Áttu einhverju Pornhub mælingu? Hvað er það? Það var þarna listi yfir hvað Íslendingar væri að skoða. Á hvaða síðu segirðu? Pornhub.com. Það er einhvers sonar síða fyrir svona einhver fullorðsefni og öðru slíku. Sem að við veit að margir eru að kíkja á. Já, ok. Ég hef ekki séð hann að lista. Nei, enda hefur ekki farið á þessu síðu. Það þekkir hann ekki. Nei. Þannig að Dóttar fútból endar alla þætti með kemi.is. Já, Kemi með glussan eins og æsver sér fötin. Þá er Kemi með glussan og allir glussi sem þú þart er þar. Jólaglussin í kemi.is. Drengir, af því að þeir eru nú báðum þess að sterku Noregs-tengingu og það finnir ég huga að þið getur nefnt leikmenn sem hafa, íslenska leikmenn sem hafa spilað í Noregi.
Já, Og Logi Gunni verður ekki lengi að vinna með því. Já, bara, þú ert náttúrulega með alltaf hverjana núna fyrir framhæðin, þannig að þú veist alveg hverja hafa verið í Noregi, Logi, byrjaðu. Og getur byrjað á sjálf til þess. Patti Sig, ok. Já, stórt, þá tek ég Logi Tómasson. Ari Leifsson. Ísak Snær Þorvaldsson. Róbert Dorri. Spilar í Kongsvinger. Já, heldur betur. Já, það má fara í alla deildir. Já, ég ætla Það er flott. Ég ætla að taka frenda minn Gunnar Heiðar Þorvaldsson. Ég segi Brynjar Ingi. Í hvaða liði var Gunnar Heiðar Þorvaldsson núri? Hann var í Vålerenga. Hann var Vålerenga, fyrir Brynjar Ingi, Bjarnason. Já. Viðar Kjartansson. Viðar Ari Jónsson. Ég meina Kristján Örn Sigurðsson. Veiga Páll. Já, kongurinn. Já, ég hef heyrt að það er menn að tala um hann. Já, hann var kongurinn í Stabæk, sko. Já. Ég meina bara, þú veist, við í þetta, sko. Já. Tölum boltan. faglegir. Við erum faglegir. Það tjók í gangi hérna? Nei, það er ekki tjók í gangi. 6 sekundur bara. 30 sekundar hvað vittlis er í gangi hérna? Hvað er býta aðeins? Hólmar Örn Eyjóls, Matti Villa. Herri, Ég meina Eiður Smári. Þú kemur þá með Hólmar Örn. Akkur er í svona djúvildir í dabur? Býta aðeins? Já, þetta er ekki Ég þarf að fara aðeins yfir lið fyrir lið, sko. Ég meina Gylfi Einars. Ég kem með... Þú áttir annan inni. Já, taktu Matta Villa bara. Það tellir niður í 8. Já. Ólis Mídía með Dr. Fútból. Lárus Orri. Lárus Orri? Nei, það er bara rátt. Þannig að við þökkum fyrir okkur í dag. Ég tek þetta, Gunni. Ég tek á þungur í húsnum í dag. Já, mjög. Hann drakk allt og mikið Pepsi Max í Ég ætla að nafna Hlyn Frey bara til að endanlega klára þetta. Anton Logi, ég meina það er fullt af leikmennum líka. Óskar Borgþórs, það er fullt af leikmennum bara úti núna, sko. Já, þannig að þetta er alveg unreal döpu framistæða, sko. Já, þú stóðstu frábærlega og varst fallega klæddur og ég mætti þessum jakka á tónleikana hjá Já, ég ætla að mæti honum á tónleikana. Nei, Lárus Orri Sigurðsson var á góður til að spila í Noregi. Nei, ég segi svona. Hann spilaði með Stoke og West Brom. Það voru liðin sem að spila í útlöndum. Það er bara þau? Já. Ég bjóst einhvern veginn við hann eða komið kannski við í brann. Hann er mjög brannlegur. Nei, ég meina Árni Gautur Arason er náttúrulega eitthvað mesta íkon sem hefur spilað í Noregi. Er ekki Viðar íkon, Kjartansson? Jú, hann er það. Marka vél. En ég meina, ég myndi halda ef að sagan er, sko, ég meina að það hefur engin náð jafn góðum árangur í Árni Gautur, held ég. Nei. Verður hann ekki meistari með 2 liðum? Jú. Ott og Rosenborg. Já. Heldur betur. Frábær markmaður. Mikið að rísum hann inn. Já, Íslendingar hafa skilið eftir sig. Kristján Örn Sigurðsson var heldur betur frábær varnarmaður hann. Hann er úti þegar ég er úti. Já, hér sjáum við listan því þau gleymdu engu því að hann hefði getað haldið áfram í allan dag en Logi Tómasson greinilega sterkur. Varst þið Getur betur? Nei, ég var ekki góður í svona, sko. Ég þyrfti að fara í eitthvað Getur betur Þetta var unreal Steppi Gísla náttúrulega kongurinn að það, sko. Já, nóga leikmenn sem hafa spilað í Noregi mögulega Hannes Þór Halldórsson, Kristall Máni. Hvað mikið að leikmenn. Það er lélegt að ég hef ekki nefnt Kristall Mána. Góð vinn minn. Júli Magg, nýkrindu byggameistari, sko. Hvernig fílar þau stökkum frá tónlistina? Rúna Kristins. Óskar Hrafn. Mikill stöðnismæður og ánægð með þessa stráka. Ertu hrifin að þessu? Þú varst eitthvað að segja hérna á hann, eitthvað hópa búba eitthvað. Ég er búinn að gera 3 lög með þeim. Ég var að gríða því þú gafst þetta auga. Ég er mikill stuðningsmaður hópa búba. Já, ég veit ekki, ég var að djóka í þessu. Þetta var gott lúks ég veg frá þér, sko. Þetta held ég Brynjar, já, þetta er nóg af frábæra leikmenn. Ísak Snær. Hann kom. Binni Willums, Þetta kom allt saman og Logi var sigurvegarinn hér í dag. Sigurvegarinnir eru þeir sem fara á tónleikana í rétt fyrir jól í Nýja Bíó. Má ég líka mennsuna hérna eins og til lokin. Logi er náttúrulega líka að þjálfa á knattspyrnunámskeiði milli jól og nýjárs, Knattspyrnuskóla Íslands hjá okkar stórvinni Viktor Unnar Illegurssoni. Bara searcha Knattspyrnuskóla Íslands á Instagram og allar helstu upplýsingar þar. Já. Bara að fara að kenna einhverjum að taka utafótar. Það er ekkert verið að kenna það í dag. Nei, það er bara ekkert verið að kenna þessar gamla góðu hluti sem að þú lærir þér í Galanda í Víkinni. Nei, í Háká, þú lærir þér í Háká. Þannig að í Faralundi, flottara svæði. Já, ég var mikið í Faralundi. Flottara svæði, flottara svæði Víkin. Einhver rómans. Einhver rómans þarna. Þökkum fyrir. Erum að ræða þetta betur. Erum að ræða þetta betur, já. En glæsett svæðið ykkar í Víkinni. Ekkert að gera lítið úr því en það er bara ekki flott
En það eru þessi strandblassvellir sem að svona, kannski ég var að segja, ramma inn svolítið sveið. Þegar þeir komu að þá náttúrulega, þá er þetta orðið meira svona... Meira svæði. Já, þetta er meira svæði. Já, við séum allir saman. Faralundurinn er flottur. Þeir eru reynda með malbyggaða tennisvelli. Já, ég er leirkallar. Ég spila á grasi. Ég spila allan tennis á grasi. Það? Pjúristi. Mér finnst boltinn skoppaði. Og þú búið þakka fyrir sig á föstudegi, það er kraftverk að sér þáttur að fara í lofti því að við vorum hérna með langt jólahlaðborð í gær. Lóa Tómasinni þökkum við endalust fyrir að gefa okkur sinn tíma. Bullies Media sjáum að framleiða þetta á YouTube og allstað subscribe-ið á YouTube, subscribe-ið líka á Spotify hvar sem þið hlustið á Dr. Fútból. Heyrumst á sunnudagskvöld. Gunnar Birgisson, sérstaklega þakki til þín, þú ert frábær. Já, takk svo og halda áfram að vera frábær. Takk svo.